Jóhann Kristinn Gunnarsson, þú ert spenntur, alveg eins og ég, eins og Rottubói, við bíðum eftir að boltinn byrja að rúlla eftir stutt hlé. Hvernig er stemmingin í Þór Káa? Hún er bara góð, við tókum ansi myndarlegt sumarfrí við Vestlumannahelgina og það hefur verið 16 dagar á milli leikja, loksins er komið að því að spila aftur og það var mjög kærkomið frí eða þannig þar sem við vorum komin á ágættis rönn eins og það kallað og þá tókum við 16 dagar frí á milli leikja en á samanskapið þá veitti okkur ekkert að því að hvíla mannskapinn og ná upp svona betri heilsu en okkur meiðsli og svona hafa haft gott að smá pásu. Þetta hefur einmitt, já eins og segir, þetta verið kannski bara fínt svona líka einmitt til þess að leyfa báttuna að jafna sig og hægt vera að rífa plásturinn af. Já, það er alveg rétt og við tókum bara gott frí alveg þannig séð en svo fórum við náttúrulega að hreyfa okkur aftur og rúlla svona stað og reynda var Roxy okkar stóð í ströngu, hún tók smá ferðalag og fór til Kenya, spilaði þar leik með sínu landsliði í Suður-Afríku og stóð sér mjög vel þar sem að Suður-Afríka vann Kenya 1-0 og í undirbúningu fyrir Ólympíuleika þannig að hún er svo sem ekki alveg búin að vera í bara fríi en annars held ég að við höfum haft bara mjög gott af þessu. Það var náttúrulega ekki flugt þar eftir sem verið að hrefa hana á morgun? Nei, hún er nú komin fyrir nokkur dögum og allt í góðu, hún er nú í jaxli í fyrra fengu hana örfá mínútur fyrir leik þar sem hún var að koma einmitt úr svipuðu ævintýri og hún er algjör jaxlmaður, hún er búin að spila með sauma tiltölulega nýja í sér og allt og hún er ekkert væl. Þetta er stálnagli? Já, þetta er alvöru kelling. Jói, leikun á morgun, það er KR. KR-ingum hefur nú ekki gengið neitt sérstaklega í sumar, það eru með 63 jafnteflisleiki og 1 sigurleik. En þetta er nú hættulegt? Já, þetta er mjög erfiður leikur eins og allir þessi leikir þó að síðustu 3 hjá okkur líti vel út á pappírunum núna þá erum við aldrei einhverju gönguferð bara í rúlehittunum í þessum leikjum. KR-leikurinn fyrri í sumar, hann vinnst í rauninni á því að mínu mati að við náum að skora snemma og þar að leiðandi svona óks okkur ásmegin og þeim svona var svolítið þróttur. Þær hafa, eins og segir réttilega, með 3 stig úr jafnteflum. 2 af þessum jafnteflum eru sko útivelli á móti Breiðabliki og Selfossi og það er ekkert margir sem hafa verið að ná úrslitum á þessum völlum. Þetta er einu stigin sem að Breiðablik hefur tapað til dæmis í sumar, það er þetta jafntefli á móti KR. Þær hafa mjög flott lið og Eitur svona fljótan framherja sem að refsa mikið og þetta er bara hörkulið, vel skipulagt og það er ekki séns fyrir lið að ætla að vera með eitthvað kæruleysi eða vanmat á móti KR, það er bara þannig. Og þetta er náttúrulega lið sem í þeirri stöðu að þær þurfa að verja sæti sitt í deildinni þannig að þær náttúrulega mæta þannig til leiks að vilja ekkert annað en sigur. Nei, það er alveg rétt, það eru svo sem í þessum pakka þarna kannski niðri en mér finnst nú svona bara heilt yfir það sem maður hefur séð og heyrt af þessu að það er mæti alla leiki einhvern veginn tilbúnar og eru alltaf einhvern veginn undirbúnar til þess að reyna að vinna hvern einasta leik þannig að það virðast vera nokkuð svona óttalausar og það er ekki auðvelt að brjóta þar bak aftur. En það er engin ótti í okkur? Alls ekki, það er ekkert dríindi og svo reynum við að finna auðmýktin aftur og tengja þessa leiki við það sem við vorum að gera síðast og halda bara áfram á góðu renni. Og það er eins og svo oft komum að í viðtölum það er að hvetja bæjarbúa til þess að fjölmenna á völlinn og stíga liði og njóta þess að horfa á bolta því að liði er að spila fína bolta og skemmtilegan fullt af mörgum. Já, nú bara að gera, koma og stíga við bakki á stelpunum og hjálpa þeim að halda áfram þessu flotta gengi sem hefur undanfarið. Það er lofað í að skilja sitt allt saman eftir á vellinum, þannig að það er að gera, hvetjum alla til að koma. Og við höfum trú á þeim? Fulla trú, alltaf, 100% trú á þessu liði, engin spurning. Já, gangi ekki vel. Takk fyrir það.